Góðan daginn og velkomin aftur. Við ætlum að halda sögu okkar áfram í gegnum spádóma Biblíunnar og hingað til höfum við lært að frá tíma Daníels spámanns til enda veraldar munu koma 4 stór konungsríki og við höfum lært hvaða konungsríki þetta voru. Fyrsta ríkið sem var til á tíma Daníels spámanns var Babylon. Það ríkti 600 árum fyrir Krist. Hið annað ríki voru Medar og Persar. Persaríkið tók yfir Babylon. Og svo kom þriðja ríkið sem tók yfir allri veröldinni sem þá var þekkt. Það var Grikkland. Svo gerðist það að Grikkland klofnaði í 4 hluta og það var svo tekið yfir af fjórða ríkinu sem Rómaríki og það var Rómaríki sem drap Messías og tortímdi Jerúsalem og eyddi musterinu. Það var þessi viðurstigð sem að Jesús talaði í 24. kafla Matteusar Guðspjalls og að því að hinir kristnu litu á ummerki tímanna og sáu að þetta var að uppfyllast, þá forðuðu þeir sér úr Jerúsalem áður en að Róm réðst á borgina og enginn kristinn dó í því stríði. Það sama á við okkur. Við höfum ákveðin ummerki sem við getum litið á, sem Biblían hefur talað og út frá því getum við tekið ákvarðanir sem munu hafa áhrif á líf okkar, bæði hér og nú og hið eilífa líf. Og það einmitt það sem ég vil tala í þessum þætti. Síðast litum við á fjórða ríkið sem var Róm og að það myndi klofna í 10 ríki og meðal þessara ríkja mun nýtt ríki koma upp. Það mun uppræta 3 af þessum 10 ríkjum og það mun guðlast og ofsækja fólk Guðs. Biblían heldur frásögn sinni áfram þetta veldi í Opinberunarbók og við ætlum að lesa þetta sama vald hér í 13. kafla Opinberunarbókarinnar. Takið eftir hvað Biblían hefur að segja. Í 1. versi. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Það hafði 10 horn og 7 höfuð og á hverju horni var ennisdjást. Og á höfðunum þessum voru skráð nöfn með guðlasti. Svo takið eftir því fyrsta sem að Jóhannes nefnir hér. Hann sér dýr kom upp úr hafi og hafði 10 horn og kórónur á hverju horni og guðlaðist. Þetta ekki eins og fjórða ríkið sem við lesum í 7. kafla Daníels bókar? Það dýr hafði einnig 10 horn og við lærðum í Daníels bók 7, vers 23 að dýr táknar ríki eða konungstæmi í spádómum Biblíunnar. Svo við sjáum mjög svipað myndmál hér. Frásögnin heldur áfram. Dýrið sem ég sá var líkt pardusdýri. Fætur þess voru sem bjarnfætur og gin þess eins og ljón. Þetta mjög athyglisvert, að því í Daníel 7 sáum við ljón, bjarndýr, pardusdýr og svo ógulegt dýr með 10 horn. Hér byrjar Jóhannes á því að lýsa ógulega dýrinu með 10 horn og svo það næsta saman nefnir pardusdýrið og svo bjarndýrið og svo ljónið. Svo það eins og hér sé Jóhannes að líta aftur í tíman meðan Daníel leit fram í tíman.
Mjög athyglisvert. Drekinn gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Eitt af höfðum þess virtist sært til ólífs, en banasár þess varð heilt. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og menn tilbáðu drekann af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Og þeir tilbáðu dýrið og sögðu: hver jafnast á við dýrið og hver getur barist við það? Og því var gefinn munnur mælti gífuryrði og guðlast, og leyft var því að fara því fram í 42 mánuði. Svo takið eftir þessu. Þetta dýr fékk sem sagt vald og það stjórnaði hinum ríkjunum og það guðlast og það fær að starfa í 42 mánuði. Í Daniel 7 þá höfðum við 10 horn sem að táknuðu 10 konunga og svo kom upp annað horn og það talaði líka gífuryrði og guðlaðist og fékk að starfa í 3,5 ár. Það hitti svo á að það eru 42 mánuðir í 3,5 ári. Svo þetta er sama tíðin, sama tímabilið, sama valdið. Lesum áfram. Það lauk upp munni sínum til að lastmæla Guði, nafn hans, bústað hans og þeim sem á himni búa. Og því var leyft að heyja stríð við hennar heilögu og sigra þá, og því var gefið vald yfir sérhverri kynskvísl og líð, tungu og þjóð. Við lesum nákvæmlega það sama í Daniel kapla 7, vers 25, þar sem að þetta sama vald heyjaði stríð við þá heilögu og sigraðist gegn þeim. Og allir þeir sem á jörðinni búa og eiga nöfn sín, ekki frá grundvöllum veraldar, og allir þeir sem á jörðu búa og eiga nöfn sín ekki frá grunni veraldar rituð í lífsins bók Lambsins sem slátrað var, munu tilbiðja það. Sá sem eyra hefur, hann heyrir. Svo hér er viðvörun til okkar. Ef að við tilbiðjum þennan mátt, það mun nafn okkar ekki finnast í lífsins bók Guðs. Við munum glatast, og lambið sem talað hér, það er jú lamb Guðs, Jesú Kristur, sem að fórna var fyrir syndir manna. Svo fyrst þetta dýr starfar gegn Kristi, gegn lambinu, þá má segja að þetta sé andkristur. Takið eftir því hvernig fer í versi 10. Sá sem ánauð er ætluð, fer í ánauð. Sá sem ætlað er að falla fyrir sverði, verður með sverði feldur. Hér reynir á þolgæði og trú hinna heilögu. Svo hér er hugreisting til hinna útvöldu, til fólks Guðs sem að er ofsótt af þessu valdi. Svo sá sem ofsæki þá með sverði mun falla vegna sverðsins. Og það sáum við líka í Daniel. Þetta vald verður aflíft af Guði þegar hann kemur til þess að stofna konungsríki sitt á þessari jörð. Svo hvaða vald er þetta? Við vitum eftirfarandi. Það kom upp úr Rómaríki eftir að það fjall og sundraðist í 10 konungsveldi. Það upprætti 3 konungsríki. Það
starfaði í 3,5 spádómsár og það eru 30 dagar í hebreskum mánuði. Svo 3,5 ár eða 42 mánuðir gera það að öllu 1260 daga. Og eins og við lærðum í síðasta myndbandi, þá táknar dagur í spádómum biblíunnar 1 ár. Svo það fær að starfa í 42 mánuði eða 1260 daga táknar að þetta vald mun ríkja í 1260 ár. Takið eftir því að það missir svo mátt sinn. Í versi 3 stendur að eitt að höfðum þess virtist sært til ólífs, svo þetta vald mun missa mátt sinn, en banasár þess varð heilt. Svo þessi máttur mun koma aftur. Sagan segir okkur að það er eingöngu einn máttur sem að reis upp úr Róm eftir að það fjall, upprætti 3 konungsríki, fékk að ríkja í 1260 ár og ofsótti Guðs fólk. Ef við lítum á söguna, þá munum við fljótt komast að því að það er aðeins eitt ríki sem að uppfyllti allt þetta, og það er rómverska kaþólska kirkjan. Rómverska kirkjan reis upp eftir að Rómaríkið fjall og hafði skipst upp í 10 konungsríki. Rómarkirkjan upprætti 3 af þessum ríkjum. Þau hétu Vandlar, Austurgotar og Herúlítar. Þessi ríki stóðust gegn rómversku kaþólsku kirkjunni og hennar kenningum, og eftir að þessi ríki voru upprætt fékk kaþólska kirkjan fullt vald. Austurgotarnir voru þeir síðustu til þess að vera upprættir og það var árið 538 eftir Krist. Frá þeim tímapunkti ríkti kaþólska kirkjan yfir allri Evrópu án þess að nokkur geti staðist gegn henni, allt til ársins 1798, akkúrat 1260 árum eftir að það fékk vald sitt. Það var Frakkinn Napóleon og herforinginn hans Berthier sem að tóku páfann fastan og hann dó í útlegð. Síðan þá hefur rómverska kaþólska kirkjan ekki haft vald eins og hún hafði á hinum myrku miðöldum. En út frá þessum spádómi þar sjáum við að kaþólska kirkjan mun fá vald sitt aftur og mun ríkja eins og hún gerði á hinum myrku miðöldum. Og þetta er ekki bara mín kenning. Martin Luther, Jón Hus, William Tyndale og aðrir mótmælendur sáu þið sama út frá biblíunni, að það er eingöngu einn máttur sem að uppfyldi allt þetta, og það er hún. Í næsta þætti munum við líta á hvernig kaþólska kirkjan mun fá vald sitt aftur og hvað hún mun gera. Þangað til vona ég að Guð megi blessa ykkur í rannsókn ykkar.